En við byrjum á stöðu Seðlabankans. Pétur Blöndal, formaður efnahags- og skattanefndar, og Ögmundur Jónasson, sem einnig á sæti í nefndinni, eru sestir hjá Jóhannu. Velkomin báða tveir. Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði, sagði hér fyrir helgi og fleiri sérfræðingar hafa síðan fylgt í kjölfarið að það var í raun og orðið sjálfstætt efnahagsvandamál að Seðlabankinn hafi að verulegu leyti mist trúverðugleika sinn og eina í stöðunni sem hann sér að víkja frá bankaráðinu og bankastjórninni og setja þess í stað faglegt bankaráð sem tekur ákvörðun í peningamálum og eins og ég sagði einn áðan að fleiri sérfræðingar hafa svo komið eftir og sagst vera sammála þessu. Ég spyr ykkur stjórnmálamennina, Pétur, þig fyrst, hvað finnst þér um það að víkja frá bæði bankaráð og bankastjórn? Já, við búum núna í heimi sem mjög óstöðugur og ég held að sé nú ekki gáfulegt í þeirri stöðu að fara einhver að gera mjög stórvægilega breytingar. Það er akkur rökin fyrir því að hann segist fyrir utan því ég reikna með því að bankastjórn Seðlabankans hafi innanhús og utan ráðgjafa sem að ráðleggja eitt og annað og þetta ekki bara þeirra einna ákvörðun. Þannig að það þá að skipta ansi marga og ég held að það mjög slæmt til afspurnar út í heim í þessum óróa sem í gangi í dag ef maður gripir svona einhverja skyndilausnir. Hvað segir þú? Rökin hjá honum akkurat þau að við þurfum að gera eitthvað drastískt til að sýna að við séum að taka á þessum málum og til þess að aukana trúverðugleika myndum við þurfa að sýna að við ætlum að koma hérna hjá jafnvel einhverju svona alþjóðlegu fagráði yfir Seðlabankann til að sýna að við værum eitthvað að taka á þessum málum. Sammála samt Pétur þetta sé ekki sniðugt á þessu tíma. Gylfi Magnússon ekki einn það að hafa kveðið upp mjög þunga dóma yfir Seðlabankanum, stjórn hans og stjórnendum og eins og þú talar þá talað þarna að það þurfa innleiða fagleg vinnubrögð í Seðlabankan. Mér finnst þarna of djúpt í árinu tekið, tvímælalaust. Innan veggja Seðlabankans starfandi mikil fjöldi sérfræðinga og góðs fagfólks sem að unnið hefur að rannsóknum, skýrslugerð og hefur sett fram tillögur og ábendingar til stjórnvalda á undanförnum misserum og árum. Það eru hins vegar stjórnvöld sem hafa daufheyrst við boðskap Seðlabankans. En þú áhrifamyndur að Seðlabankinn hafa því sumir vilja meina að Seðlabankinn sé ekki nógu öflugur akkurat í þessu hlutverki að halda utan stjórnvöld og gefa þeir ráð í ljósi þess að þarna eru fyrrverandi pólitíkusar. Þá þurfa stjórnvöld að hlusta og auðvitað á bara að dæma menna verkum þeirra, hvað þeir eru að segja og hver varnaður orðin eru og ef einhver á að fara frá núna þá það náttúrulega ríkisstjórnin sem reyndar búin að segja sig frá verkefnu sinni því að hún út og söður, út alla heimskrinuna í Söður Afríku, í Kína að fylgjast með kappleikjum eða tala við háskólastúdenta í Bandaríkjunum, svo vitna síði það sem forsætisráðurinn að gera. Það sem ég held að þetta snúist að það ber öllum saman að þau tæki sem að Seðlabankinn að beita, þessum miklu vaxtahækkunum, að þær ekki bera þann árangur sem skildi. Mönnum ber líka saman það nú orðið til hvaða ráðstafan eigi að grípa. Þá að styrkja gjaldeyrisvaraforð Seðlabankans og styrkja okkar varnir, en ég held að menn þurfa að átta sig á því að það engin patentlausn, engin ein lausn til. Þetta ekki spurning einhver heljarstörk og kraftliftingar. Nú þörf á þéttu, samstilltu átæki til að koma á stöðuleika í íslensku efnahags- og peningalífi. Við erum að horfa upp á verðbólgu sem að teygja sig í tvær tölur, fari yfir 10%, menn að spá jafnvel 14-15% verðbólgu. Nú þarf samstillt átæki þjóðfélaginu öllu til þess að koma hér á stöðuleika. Það verkefni sem framöndan. En Pétur, hefur þú trú á því að þessi stefna á endanum virki? Við erum með þessa gríðarlega háu stýrivexti, samt sem áður verðbólgan að stefna hérna í 2 stafa tölu. Hefur þú trú á því að endingu ef að Seðlabankinn heldur með þrautseiginu áfram þessum háu vöxtum að á endingu muni það hafa áhrif á verðbólguna? Í fyrsta lagi varðandi hlut ríkisvaldsins að ríkissjóðurinn hefur búið að reka hann með afgangi í fjölda ára, hann skuldlaus og það bara einsdæmi liggur við, allavega í Íslandssögunni en þó víða verið leitað. Og það eiginlega framlag ríkissjóðs og ríkisvaldsins til stöðuleikans. Hefur ekki tekið sem skildi eins og dæmin sína og það má vel vera eins og forsætisráðherra sagði á aðalfundi Seðlabankans að Seðlabanka vanti sterkari tæki
til dæmis að fara inn á verðtryggða með stýrivexti. Já, en eru það þá ekki stjórnvöld sem þurfa að gefa? Jú, ég veit að því að það mjög náið og sterkt sambandi milli ríkisstjórnar og Seðlabanka, menn talast mikið við. En einhvern veginn samt sem áður og eins og bentið verið ávarandi leiguflut útlanda í þotum að menn geta talað ekki síma og svoleiðis, þannig að það gert ótæmilegt. En tilfinningin hefur einhvern veginn samt verið þannig að fólki að ríkisstjórnin og Seðlabanki sé ekki alveg sem blaðsögnu, kannski er eitthvað misskilningur í fólki. Getur þú staðfest að það sé þetta öfluga nána? Ég spurðist einmitt fyrir það í dag og mér var sagt að það veri mjög náið og öflugt samband þarna milli ríkisstjórnar og Seðlabankans. Það er aðgerðir sem menn ætla að fara út í þessu til þess að lántaka ríkissjóðs útlendum og annað slíkt til þess að styrkja stöðu Seðlabankans. Það er ekki eitthvað sem að tala fyrirfram. Það er eitthvað sem að tala eftir á. En ég held að við þurfum líka að horfa á þær grundvallarbreytingar sem átt hafa sér stað og Pétur Blöndal vísar í. Það er staðreynd að við höfum náð niður skuldum ríkissjóðs niður í nánast ekki neitt. Og menn hafa einblítt á þetta og rópað margfalt húrra fyrir sjálfum sér yfir þessu afreiki. En hvað hefur að gerast? Ríkissjóður sem áður var að taka lán til þess að byggja hér upp velferðarsamfélag hefur náð niður skuldum sínum en á sama tíma hafa bankarnir og fjármálastofnanir verið að ráðast í gigantískar skuldsetningar út allan heim og setja allt okkar efnahagskerfi og peningakerfi á spil. Staðreyndin er síðan svo, og það erum við að horfa upp á núna, að þegar til kastana kemur, þá erum við öll íslenskt samfélag, þá erum við beint og óbeint ábyrg, eða allavega við þurfum að taka afleiðingum gerða þessara aðila í fjármálakerfinu. Þetta eru grundvallarbreytingar sem hafa átt sér stað og ég held að við þurfum að endurmeta svolítið sýn okkar á þetta. Það sem við lögðum til, og ég flutti það frumvarp á sínum tíma, að þegar að bankarnir voru einkavæddir inn í alþjóðlegt umhverfi, þá væri skynsamlegt að setja þeim skorður þannig, eins og voru við lýði í Bandaríkjunum til skamms tíma, að annarkvort væru bankar, lánastofnanir, önnuðust innlán og útlán, eða fjárfestingarsjóðir, fjárfestingarstofnanir. Og ég held að það sé ýmislegt sem við þurfum núna að rýna í þessa stöðu, í þessa reynslu og draga rétta lærdóm af henni. En stóra málið er þetta. Nú þarf að taka þéttingsfast höndum saman, þverpólitískt, allt samfélagið til að koma á stöðu líka og rétta af það hvað við að kalla það sem úrskeiðis hefur farið, það er stóraukið misskipting, misrétti í íslensku samfélagi. Þetta er verkefni. En mér langar aðeins að koma inn á vegna þess að stóra máli virðist vera allavega á markað í dag að Seðlabankinn auki gjaldeyrisvaraforða sinn til þess að aðilar á alþjóðlegum markaði hafi trú á því að minnsta kosti að hann hafi þetta afl til þess að koma til skjalan ef eitthvað gerist, þrátt fyrir það í sjálfu sér að bankarnir hafi ekki einhverja ríkisábyrgð, en hann sé nægilega stór í samanburði við stærð bankana. Og þá spyr ég, og einhvern veginn hefur ríkisstjórnin að mér virðist talað á þann veg að það þurfa að gerast. Seðlabankastjóri kemur samt sem aður í síðustu viku að hækka vexti en segir, bankarnir eru ekki með ríkisábyrgð og tilkynnir ekki að það eigi að stækka þannig gjaldeyrisvaraforða. Þá spyr ég að því, auðvitað er það ekki tilkynnt fyrirfram, en það er langur tími liðinn síðan að þetta var ljóst að þetta þurfti að gera. Já, en sko, eins og mættu kannski skilja orðum Ögmundar, þá er ekki ríkisábyrgð á bönkunum og þeir sem lána bönkunum, erlendir aðilar sem lána bönkunum til þess að fara út í fjárfestingu út í heimi, það er þeirra mál. Já, það er alveg rétt, ég var ekki að halda því fram, ég var að segja að samfélagið allt það sem að Seðlabanki þarf að tryggja það að bankar sem standa vel og lenda í lausafjárkrísu út af einhverju, til dæmis einhverju atlögu, hann þarf að vera til þrautavara. En hvers vegna hefur ekki sjóðurinn verið stækkaði nú þegar? Það er búið að stækka nokkuð sinnum, en ekki næstu því ná miðað við hvað þarf að gera í dag. Vegna hvað bankarnir hafa stækkað hratt. Já, en ég er að tala bara núna síðustu mánuðum. Sendur það? Það er fyrsta leið þá þetta merkilega skuldatrygginga álag ríkissjóðs sem skuldar ekki neitt en það er samt með 400 punkta álagi. Það er bara eitthvað út í bláin því að Hafnarfjörður verður að taka lán daginn með 75 punktum yfir Líbor. En hvað, að ykkar mati, hvað má það bíða lengi að stækka þennan gjaldeyrisvarasjóð? Það má, okkur er sagt og þeir sérfræðingar sem við leituðum til í Vinstrihreyfingunni grænu framboði, þingflokkurinn áður við settum fram okkar tillögur,
töldu að þær upphæðir sem við nefndum þá vorum við að tala 80 milljarða pluss 40. Sem þykir alltaf lítið að vera að tala 100 milljarð í dag. Sem að menn að tala og það málið sem að menn að tala núna, að hver dagur í aðgerðaleysi hafi verið dýr, að ráðstöfun sem dugði fyrir nokkur síðan, hún dugir ekki lengur. Þannig að aðgerðaleysi og sinnuleysi ríkisstjórnarinnar sé dýrt. En mér langar aðeins til að segja eitt, Pétur. En Pétur, þá langar mér áður en heldur áfram. Að því við erum að tala um ekki gjaldeyrisvarasjóð. Pétur, hvað telur þú að sé lengi? Fyrsta lagi, þá var það spurningi, mér finnst þeirra óskaplega mikið taugaveiklun í fréttamönnum, í sumum bankamönnum, í stjórnmálmönnum sumum. Ég er að vissi bara að spyrja þessar spurningar. Mér finnst þeirra mikið taugaveiklun, það er svo allt sé að fara bara yfirum. Það er ekki þannig. Bankamenn hafa verulegar ákveðið að þessi sjóður og fleiri. Málið það að Ísland er sennilega eitt af fáum ríkjum sem er mjög vel undir þessa alþjóðlegu kreppu búið. Þarf þá þínum að dekka stækkun á sjóð? Jú, en það þarf ekki að gera ekkert fyrir kl. 4 á morgun. Hvað má býða lengi með það? Það getur vel verið að þurfi ákveðin tíma til þess að gerum það samning og annað slíkt. Þá hvað eru komið heim frá útlöndum? Komið heim frá útlöndum, það menn voru hvort ég segjum að þetta býða flugvöld heim. En þið talaðum að það sé svo dýrt að gera þetta, þá spyr ég bara því, má ekki velta þeim sem kostnaði bara yfir á bankana? Í ljósi þess að þetta er gert vegna stærðar bankana? Eflaust mætti gera það. En sko, bankarnir stóðust í haust stresstest sem að Fjármálaeftirlitið setti á það, stóðust mjög með glans. Við erum með ekkert atvinnuleysi á Íslandi, ríkissjóður stendur vel, það er náttúrulega allt saman jákvætt. Nú eru þess aðal útflutningsgreinar Íslandinga, ál og fiskur, að stórhækka í verði í útlandum. Og nú er álverið á Austfjörðum, loka síðasta kerinu, setja það í gang og við höfum þetta að sjá svoleiðis aukninga á útflutningstekjum og þessi útflutningur, hann er með gjaldeyri til sölu. Þú ert að tala um samráð. Já, ég er að tala um samvinnu, ég er að tala um þéttingsfast tak svona til þess að reyna að koma á jafnvægi í þjóðfélaginu. Hvað ertu þá að tala um? Bara svipa og gert Ég er að tala um margvíslegar aðgerðir. Samstillt átak til að koma á stöðuleika, en til að fólk vilji taka þátt í slíku, þá þarf það að sjá viðleitni til að koma hér á meiri jöfnuð í þjóðfélaginu, margt gengið úrskeiðis. Og aðeins bara árétta það sem ég sagði ábyrgð fjármálastofnana. Það er alveg rétt hjá Pétri, ríkið ber ekki ábyrgð á þeim, en samfélagið gerir það, vegna þess að það þarf að súpa seiðið af þessu. Bankarnir til dæmis og fjármálastofnanir sem hafa ráðist í svokallaðar útrásir. Það hafa gert það í öllum tilvikum. Þetta staðfesta ráðamenn í bankakerfinu, í öllum tilvikum hafa þeir gert þetta með stuðningi og fjármagni frá lífeyrissjóðunum. Og það er eðlilegt að fólk spyrji, launafólkið í landinu, spyrjum hvernig þeirra fjármunir hafi verið notaðir. Þannig að við erum að tala um félagslega ábyrgð fjármálakerfisins sem það getur ekki hlaupið undan. Og hvað gerir það þá? Hvað heyrum við núna frá talsmönnum fjármálafyrirtækja? Jú, það þurfa að leggja af íbúðalánasjóð. Kjölfestuna sem að launafólkið og landsmenn, almenningur hefur haft til að halda aftur af vaxtaokri bankana. En það er nú samt sem að tala um það að þessi þensleysing til mynda komin vegna þess að bankarnir eru í samkeppni við ríkisreikninga. Nei, bankarnir reyndu að slátra íbúðalánasjóði á sínum tíma, kærðan til Evrópu þegar að það gekk ekki upp. Þá fyrst fóru þeir niður með vextina og buðu 100% lán og byrjaði að kynda undir gengdarlausri þenslu í þjóðfélaginu. Það er ekki íbúðalánasjóði sem er glóraböggu þó þeir vilji núna reyna að nota tækifæri til að koma honum fyrir gatana. ASÍ gagnrýnir harðlega að það sé í rauninni ekkert samráð í gangi milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Verðbólgan stefnir í 2 stafa tölu, kjarasamningar í hættu. Hyggst Ég reikna með því og veita því að ríkisstjórnin er að vinna í ýmsum málum, en það er heldur ekki gott. Það má vel vera að sé einhver skortur á samráðu, það mætti laga það til ég. En sko óðagott og einhver flumburugangur, það er heldur ekki til góðs. Og ég held að þurfum daldið að læra sko að telja upp á 10 og eða kunnaði ekki einu sinni að gera það á 2 svar. En Pétur, ef að menn eru bara, þú segir að menn getur talað í símum úr flugvélunum út allan heim, er ekki ráð að ríkisstjórnin komi saman og reyni að láta hendur standa farm á ermum, allavega sína einhvern lit. Höfum þetta loka orðin allavega hjá okkur í þessu samtali kvöld. Takk fyrir Ögmundur og Pétur.